allir íslensku kokteilnördarnir eru búin að koma, en við höfum bara ekki stoppað í 5 ár. Já, nóg að gera í þessu. Brjálæði að gera, sko. Já. Það er bara uppselt alla 50 kannski 5-6 vikur fram í tímann, Já, sko. bara uppselt. Já. Ívan Svanur, Já. velkomin í þáttinn. Fyrir. Þú ert stofnandi Reykjavík Cocktails, Cocktailskólans og Vínskólans. Já, algjörlega, Vínskólans og Sprits. Hvað varst að gera áður og ferð út í fyrirtækjarekstur eða eigin rekstur? Sko, áður í rauninni minn svona vinnuferill, þá byrjaði ég að vinna í eldhúsi, vann í eldhúsi, svona veislu eldhúsi í Hafnarfirði í eitthvað 2-3 ár sem bara svona aðstofakokkur og bara gera snittur og bara gera hvað sem þurfti að gera, þrífa gólf og svona bara lærði ég svolítið að vinna. Svo fór ég að vinna niður í miðbæ, Reykjavíkur, og þá byrjaði ég bara að vinna sem barþjónn og varð eiginlega bara svona strax svolítið ástfanginn af því. Það er sko að þú ert kokkur, þá ertu svolítið bara svona bundin við eldhúsið, þú ert svona svolítið á bakvið tjöldin, þú ert inn í eldhúsið, alltaf með sama fólkinu. Ef þú ert þjónn, þá ertu svolítið svona inn í sal, en þú ert ekki að gera neitt kannski sem mér finnst vera kreatív. Já. Ef þú ert barþjónn, þá ertu í rauninni að sameina þetta bæði. Þannig að þú ert að skapa eitthvað með höndunum, þú veist á kokteila, sem er svona mitt svona forte. Þannig að þú ert að skapa eitthvað með höndunum, ert að búa til eitthvað, setja saman brauð og hugmyndir og eitthvað svona stíl og eitthvað svona. En þú færð samt að vera í partíinu. Já, Þannig að þetta er mjög gaman eða svona 20-25 ára að vinna í þessu umhverfi. Já, og sérðu bara strax hvernig gesturinn tekur í þetta, hvernig hann upplifir Já, nákvæmlega, akkurat. Fær bara strax viðbrögð og þú veist, bros og allt þetta. Þannig að þetta er alveg geggjað. Já, þú sem sagt byrjar að vinna sem kokkur, lærðu kokkur eða? Nei, í rauninni, ég veit ekki hvort ég meina sem segja, hafa unnið sem kokkur, matreiðslu aðstoðarmaður, eitthvað. Já. Nei, ég er ekki lærði neitt þannig sé, bara stúdentspróf og eftir stúdentspróf vissi ég bara ekki neitt hvað ég ætlaði að gera. Já. Og bara veitingastæði það svona liggur beinast fyrir fólk kannski sem að veit ekki alveg hvað það er að gera, taka 1 sumar, 1 ár eða 2 ár áður en að fyrir einhverja frekari menntun. Ég er enda viss alveg, ég ætlaði ekki að fara inn á frekari menntun strax, ekki næstu í strax sko, og hef bara ekkert gert neitt mikið í þeim málum. Og þá fann ég bara þessa vinnu í þessu eldhúsi og var bara svolítið ástfanginn af þessu svona high tempo, þú veist, dæmi bara bam, 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 þú veist, þetta þarf að gerast núna, við keyrum þetta í gang. Það er enginn að fara að grænja, í dag er enginn að fara að taka mat, bara sorry, þú þarf bara að standa þinn í eldhúsi og bara keyrið í gang, sko. Hvernig er svona eins og vinnuumhverfið að vinna í eldhúsi? Sko, þarna allavega, þú veist, þetta er náttúrulega veisluþjónusta með svona svona hádegismat, skilur, fyrir fyrirtæki og svona þannig. Þannig þá þú veist, getur ímyndaðir kannski 1200 skammtar af mat fyrir að vera komnir út fyrir 11 á morgnana, skilur. Já. Þannig að þegar ég var að vinna þar, þá bara vann ég mig í rauninni upp, ég byrjaði bara að keyra, svo fór ég að vinna í eldhúsið. Í uppvaskinu fyrst reyndar og svo fór ég í eldhúsið og svo var ég endanum farin að sjá svona einhver ákveðna svona litla deild innan þess fyrirtæki. Já. En svo hætti ég því bara út af því að mér langaði bara að fara niður í bæ og gera eitthvað eins meira. Einmitt. Og hvað tekur svo við? Þú ert sem sagt byrjar að vinna þarna sem barþjónn og hvað ertu í mörg ár að vinna sem barþjónn? Ég vinn sem barþjónn í 5-6 ár áður en ég stofnaði Reykjavík Cocktails. Já. Stofnaði Reykjavík Cocktails 2017, á þeim tíma var ég að vinna á Pablo Disco Bar. Hafði komið að opnun Canopy Hotelsins, þar er veitingastæði sem heitir Geir Smart. Það svona opnunateyminu þar og fannst ógeðslega gaman að, þú veist, opna og operita og þar. Á Geir Smart var ég strax komið með, þú veist, 10-12 starfsmenn undir mér, ég var semst yfirbarþjónn, þá 23 ára og fyrsta Canopy by Hilton hótel í heiminum. Það var svona alveg frekar stórt, fannst mér á þeim tíma allavega. Og fann það rosalega mikið hvað ég hafði gaman að því, þú veist, að stýra einhverju teymi og búa til einhvern svona sameiginlegan draum. Þeim tíma var draumurinn að komast inn á World's 50 Best Bars listan. Já. Sem er svona Michelin fyrir bari nema náttúrulega það bara 50 boði. Þannig er ennþá meira exclusive en það. Og það var rauninni markmið okkar þá, bara búa til bara bestu bar upplifun bara á Íslandi. Já. Og já, svo bara, þú veist, það var ógeðslega gaman að því og svona, en Hilton og ég vorum ekki alveg sammála það hvernig átti að reka einingu og Icelandair Hotels var þá náttúrulega með Hilton og svona, en þannig þá fer ég að vinna á Pablo Disco Bar og í gegnum það var einn viðskiptavinur, eða sem sagt strákur sem ég þekkti, sem á systur, sem var að fara að gæsa vinkonu sína og hann langaði að fá okkur barþjónn heim til sína að gera ykkur kokteila. Þannig hann hóður í mig, Ívan, hvað segir ég, systir mín, er að fara að gæsa vinkonu sína, þær eru 10-15 og langar að fá okkur barþjónn til að gera skemmtilega kokteila. Þannig ég náttúrulega bara, ok, sure, af hverju ekki, eitthvað, þú veist, 30 skall eða eitthvað.
og fer heim til hennar sem sagt, og gerir fyrir þær bara eitthvað strawberry mojito og eitthvað svona basic cocktaila sem ég kunni að gera þá. Það sem ég kunni að gera þá reyndar, bara svona basic heima svona kokteila. Fer af stað bara bókstaflega með babúka og 2 shakera og hérna, þau voru með glösin og læmi og allt það. Ég mætti bara snemma, undirbjóða þetta og gera þessa drykki. Nema það að ég vissi ekki að í þessum hópi voru ógeðslega flottar konur sem að voru sem sagt yfirmenn hjá stórum íslenskum fyrirtækjum. Þannig að þú veist, þarna var ein sem var hérna hjá Deloitte, það var ein hjá 365 miðlum eins og hétu þá og hérna 66 gráður norður bæði við og alls konar svona stórum fyrirtækjum. Þannig að ég fór síðan eftir þessa gæsin, fór ég að fá símtöl bara frá 66 til dæmis sem vildi fá okkur til þess að sjá kokteilana á árshátíðinni þeirra. Þá bara 150 manns og ég bara, ok, shit. Það er markaður hann. Það er fljótt að vinda upp á sig. Ég þarf að gera eitthvað í þessu sko. Þannig að ég heyri þá í hérna nota henni 30 skall og legg smá inn sjálfur og kaupi eitthvað svona lítinn glasalager sem ég geymi bara heima á mér, bara kassa af glösum og fæ bara vini mína úr barbransanum bara til að koma með mér í hín og þessi verkefni, allan bæ sko. Svo næst kaupi ég juicer, svona ramarsjuicer, svo maður sé ekki að skvísa allt læmið á það í höndunum og bara operate þetta bara heima frá mér sko. Þetta er árið hvað, 2017? Já, 2017. Já, þannig er þetta að byrja fyrstu skrefin. Fyrstu skrefin í eiginrekstri sko. Já, þegar þú varst komin þannig á þennan tímapunkt hugsaði að ok, þetta er klálega eitthvað sem ég vil pursúa eða fara lengra með. Já, bara 100% sko. Þú veist, og þetta var alveg, þú veist, ég sá bara, fyrsta lagi bara hvað fólk er ánægt með, þú veist, þessa þjónustu, þú veist, bara hvað er ánægt að fá okkur heim til sín sem kann að gera þetta og er sjarmerandi og er brosandi og þú veist, þetta er ennþá alveg svona mantran hjá okkur, hjá Reykjavík Cocktails, bæði sem sagt, eftir að cocktailskólinn var til, við komum kannski meira en þá eftir. Ég segi við alla mína barþjóna alltaf bara, þú veist, þú átt að keyra markmiðið er að fá knús á leiðin út. Já. Veist, við ætlum að vera eina fyrirtæki í Íslandi þar sem viðskiptavinirnir knús okkur áriðin fara, skilju. Þannig að við erum í rauninni að skapa þetta svona ógeðslega intimate dæmi, þú veist, að fara heim til fólks og búa til þessa upplifun. Já. Og kannski vera fram á kvöld og fólk er að kannski hleypa þess að þetta nálægt sér. Einmitt, það er alltaf svona öðruvísi aðstæður. Já, algjörlega. Ætti flestir að vera í mjög góðan gír. Algjörlega, einmitt, með smá áfengi við hönd og svona. Já. En hvernig var, þannig ertu sem sagt að byrja að ráða því í svona í private gig svona, og þú ert ennþá á þessum tíma væntanlega að vinna sem barþjónn. Já, ég er alltaf að vinna samhliða sko. Ég var þarna orðinn á þessum tíma síðan seinna fer ég og opna stað sem heitir Miami á Hverfisgötu ásamt Gunnsteini vinum mínum sem að hafði stofnað áður Sushi Social og var svona alveg successful veitingamaður sko. Þannig að ég svona svolítið bara var svolítið svona bara mikið með honum sko að læra allt sem hann hafði gert sko. Hann er 10 árum eldri en ég. Fylgdist svo mikið með honum og við fyrir að stofnum hérna Miami sem að var síðan, þú veist, ekkert kannski, þú veist, gekk ekkert brálæðislega vel en það er síðan henni saga. Og sama tíma og ég er rekstrarstjóri þar að þá er ég bara með Reykjavík Cocktails sem sagt allar hinar helgarnar sko. Og til dæmis, þú veist, með Reykjavík Cocktails við vorum að koma á nóttunni eftir lokun, þú veist, og vaska upp okkar glös og allt það, skilur. Það voru oft alveg, þú veist, 17-18 tíma vinnudagar, þú veist, kannski 6 daga í viku. Já, einmitt. Hvað ertu til þess að vera með svona veislu, kannski 150-200 manns að gera kokteila, hvað þurfið að vera margir? Er nóg að vera 1-2 barþjónar? Nei, alls ekki, sko. Það fer allt eftir, sko, núna í dag hjá Reykjavík Cocktails þá bjóðum við upp á bara allt, skilur. Við getum komið með bara vín og glös og þjóna og, þú veist, alls konar mismunandi pakka. Þetta er orðið svolítið stórt dæmi, sko, hvað það var þar. Ef við tökum 200 manns, þú veist, þá getum við verið frá svona 4 eða 4 upp í alveg 12-15, skilur. Það er bara eftir hvað viðskiptavinur vill, hvað er veislan haldin, hversu mikið ætlar hann að eyða og allt þannig, sko. Já. Hversu mikið hann ætlar að taka frá okkur, þú veist, erum við bara með kokteilina, erum við með alla barþjónustina, þú veist, hversu lengi er viðburðurinn. Já, við bjóðum upp á það líka þá. Já, okay. Sem við mætum með, þú veist, við erum með núna 7 ferðabareiningar og ferðabjórdælubari líka og alls konar. Já, en manstu á þessum tíma en þetta byrjaði 2017, hvað var svona eftirminnilegasta eða svona stæðsta verkefni sem að tók staðið kannski? Sko, einn vendipunktur náttúrulega var þessi ásatíð hjá 66 sem var, það var svona, ok, það er markaður skilur fyrir þetta á svona stærri fyrirtækjum, ekki bara einhverjum í heimahúsi 15 manns. Já. Og svo var á 2020 þá var annað íslenskt stórt fyrirtæki sem var í okkur inn og keyptu af okkur, þú veist, 1800 kokteilapakka. Já. Og þá vorum við bara, ok, þú veist, þetta er huge, þú veist, 1800 kokteila, hvernig ætlar að framkvæma það?
þú veist, Já. hvað þurfa margir að vera að shaka koktela til að búa til 1800 drykki, þú veist, og meðal annars 600 af þessum 1800 þurfti að gerast á 1 klukkutíma, þú veist, Já, það var ókei. fortilraun. Þannig að, en núna í dag erum við náttúrulega bara orðið expert í þessu, þú veist, við Já, kunnum þetta núna í dag og þetta ekkert mál, við getum gert 500 kokteila á hálftíma ef við þurfum að gera það. einmitt. Þá bara stillum við upp svona einhvers konar færibandi og það eru bara 10-20 barþjónar sem eru bara á milljón að gera. Þú veist, einn barþjónn bara í því að setja lime, annar barþjónn bara í því að raða glösunum á borðið Já, og svo eru kannski 6 barþjónar bara í því að hrista. þetta bara eins og verksmiðja. Já, þannig að þú veist, þannig afgreiðum við þetta þannig, en þarna, þú veist, við erum alltaf að hugsa bara, þú veist, breaking the barrier, Einmitt. hversu, hvað er næsta stóra sem við getum gert sem að tekur okkur á næsta level. Já. Hvernig tækluðu þetta eins og með þessa 1800 koktela? Sko, þá við vorum, í fyrsta lagi, þú veist, þá létum við bara smíða fullt af ferðabörum, þannig að, ferðabærarnir eru hannaðir af mér, sjálfum, ég bara teiknaði það upp og svo er bara smiður sem að smíða þær á. Þeir eru sérstaklega til þess gerðir að við getum keyrt drykki út í þessu voljúmi. En í þessu tiltekna partíi, það var svolítið cool, þá var viðskiptavinurinn, hann keypti, sko, bókstaflega færiband, þú veist, bara færiband eins og við notaði í fiskvinnslu og svona svoleiðis. Já. Og þannig að þegar gestirnir komu inn, þá voru við sikkur megin við færibandið, Já. þú veist, kannski 7 hérna megin og 7 hinum megin og þannig í rauninni afgreiddu við drykkina út og svo bara fóru þeir allir fram svona á færibandi. Já, það er bara bókstaflega sem ég Já, vext með. bókstaflega færiband, sko. Þannig að það var mjög cool koncept og það var svona eitthvað sem maður fattaði bara, ok, heyri, þetta er næsta level. Já, einmitt. Og fyrir svona þá náttúrulega hugsa maður bara, ok, hvað getum við keypt núna? Kaupum stærri bíl, skilur. Já, en hugsaður ekkert kannski á þessum tímapunkt er þetta kannski komið í of mikið og stórt verkefni, ég er ekki viss um hvort ég geti skilað að mér eða delivera, eða hafðir alltaf trú á því? Nei, ég hafði alltaf trú á því, sko. Já. Ég hef alltaf haft trú á því, þú veist, ég er mér rosalega gott tengslanett inn í þennan veitingabransa og þú veist, ég er ekkert að reyna að gera eitthvað lítið úr greininni en það er frekar auðvelt að kenna fólki að hrista kokteil. Já. Þú veist, þetta er ekkert það flókið og öll vinnslan hjá okkur til dæmis er gerð inn í eldhúsi. Þannig í eldhúsinu erum við með sem sagt manneskju sem að vinnum bara við það að búa til öll sírópinn og djúsana og þú veist, gera það allt. Þannig að ef ég veit til dæmis að ég er illa mannaður eða eitthvað svoleiðis, þá getum við unnið okkur í hag inn í eldhúsi áður með að forblanda til dæmis allt. Já. Þannig bara þegar mæta staðinn, tilbúin kokteil í flösku, þurfa bara að hella um í shaker og hrista hann. Til dæmis, þannig að það er ákveðin tips and tricks sem við getum alltaf að snúa okkur í ef við lendum í því einmitt að þetta er kannski ekki að fara að gerast. Já, einmitt. En jú, ég hef alltaf haft mjög mikla trú á því að bara verkefni muni ganga upp, sko, og það hefur ekki ennþá klikkað. Sko. Nei, einmitt. En hvernig hefur verið eins og að fá starfsfólk og svona, því ég get alveg ímyndað mér að þetta sé svolítið svona sveiflukent og mikið kannski bara bundið við helgarnar? Já, sko, þá í rauninni, sko, í gegnum tíðina hafa þannig að í byrjun var þetta bara keyrt á vinum og vandamönnum, sko, þá bara vinum úr bara bransanum. En síðan þá, hefur náttúrulega mjög margt vatn raunin til sjávar, sko, þú veist, við stofnum kokteilaskólann, ég og sem sagt Ásthildur, kona mín stofnuðum það saman árið 2020. Já. Svo saminuðum við kokteilaskólann við Reykjavík Cocktails árið 2021 og opnum þá okkar eigin stað sem heitir Spritz, sem er niður í bæ. Þar er kokteilaskólinn haldinn og þar er eldhús. Já. Þannig að þú varst að tala um starfsmannaveltuna, sko, eða starfsmennina og þetta sé bara helgar. En kokteilaskólinn, hann er alla 50 daga. Og svo síðar stofnum við líka vínskólann, hann er á miðvikudögum. Og svo höfum við í rauninu bara mánudag og þriðjudag til að bara resetta eftir helgina. Já, einmitt. Þannig að getur ímyndað svona típisk vika hjá okkur þannig að þú veist, við erum 4 í fullstarfi og svona kannski 20-25 verktakar eitthvað svoleiðis sem eru þá barþjónarnir og þannig að mánudögum þá erum við kannski bara resetta eftir helgina. Það er þrívöld glösin ganga frá, þú veist, bara fara eins yfir, þá erum við vikulega staffafundin okkar þar sem við förum yfir, ok, hvað gerist í síðustu viku, af hverju vorum við sein í þessa veislu, af hverju gerist þetta, þú veist, og þetta er bara krúsjál partur af vikun okkar Já. að analæsa síðustu viku og svo þriðjudögum þá erum við bara byrjuð, það þarf að panta inn, það þarf að sjá hvort við hefum ekki örugglega glasabúnað, hvort að bílamálin séu ekki í lagi, hvort að ferðabarnir séu ekki í lagi, þú veist, brotnaði eitthvað ljós á einhverjum ferðabar, þú veist, það þarf að svara fyrirspurnum, það kannski að koma inn, þú veist, oft eftir helgarnar eru kannski með 20 fyrirspurnir á kokteilskólanum og 20 fyrirspurnir á Reykjavík Cocktails, sérsniðin tilboð út allt, einhver veisla kannski það sem einhver viðskiptavin vill fá bláan kokteil í stíl við norðurljósin, einhvers staðar upp á fjalli á sama tíma, eða skilur hvað meina, þannig að það er næg að snúast, sko. Svona eins og þú kannski þekkir erlendi ferðamannabransin, hann er ekki kannski bara tengdur, eða hann er ekki bara helgar, sko. Nei, einmitt. Það er svona kannski maður svona, verandi á Íslandi og þekkir maður kannski ekki svona
eins og úti og náttúrulega vanir að vera með rosalega góða svona barþjónum sem geta blanda í rauninni bara hvaða drykk sem það ekki að sjálfur við fengið svoleiðis fyrirspurn sko. Einmitt, nákvæmlega. Og þú náttúrulega verið að vinna í einhver svoleiðis giggum líka fyrir ferðaþjónustu fyrirtæki. Já. Það náttúrulega gífurlega, þetta svona mjög sérhæft starf líka sko. Þetta það sko, það þú veist, ef við tökum bara íslenska markaðin fyrst í rauninni, þú veist, það sem ég tók eftir var bara, þú veist, matur og svona í veislum og veislusalir og ímyndum okkur bara rosalega fínt brúðkaup, segjum kannski brúðkaupið það sem að budgetið er frekar hátt. Þú veist, með myndir úr brúðkaupinu og fólk bara stendur þarna með bjór í gleri. Já. Eða vín í glasi, þú veist, það kannski veit ekkert endilega þessi vínflaska kostaði 15 skall eða 20 skall eða. Þannig að þú veist, við vonum svolítið eftir á í drykkjum í fínum veislum, finnst mér. Þannig við svona hvernig elevatum við og búum til þennan lúxus í kringu drykkina líka í þessum viðburðum. Við getum fengið ógeðslega fínan mat, bara þess kokkalandsliðið til að gera eitthvað geggjaða mat fyrir því einhverju geggjuðu lúxuspartíi. En hvað ætlar að gera í drykkjunum? Einmitt. Á endanum ertu bara annað hvort með vín í glasi eða bjór í flösku. Það er bara úrvalið sem þú hefur. Þangað til að við komum inn og þú veist, eins og núna við erum að gera, getum fengið okkur koktela í stíl við vörumerki sem er kannski með lógóið fyrirtækisins ofan á. Já. Þannig að við erum að tala bara, já, þú veist, eitthvað fyrirtæki sem er kannski blátt eins og bara Síminn eða Arion banki eða eitthvað svoleiðis. Þau bara pantaði á okkur, við viljum fá bláan kokteil og viljum hafa hann með lógói okkar ofan á. Já. Og kannski, þú veist, reykbyssu og þannig þegar gestinni koma inn, skilur hvað meina, þetta production orðið svo stórt í þessari upplifun, sko. Hvernig gerið það að setja lógóið ofan á kokteil? Það voru bara prentað á svona hrísgrjónapappír. Þannig að við erum bara kontakt úti. Já. Sem að bara prentar fyrir okkur og sendir til Íslands bara, þú veist, þú getur sett bara mynd á andlitinu á þeirra og Já, svo nice touch. Já, algjörlega, bara þetta auka touch sem við erum alltaf að stefna á, alltaf í brúðkaupum, þeir eru með uppastafi brúðhjóna ofan á drykknum. Og þannig að þú veist, það er ógeðslega margt þetta að gera, sko. Já, hvernig finnst þér svona markaður að vera á nefnir með þannig einhverju sem horfa bara á að vera með bjórglös eða vín? Hvernig finnst þér svona markaður að vera að þróast? Fólk meira, kann fólk betur að meta svona flotta koktela eins og þeir að gera? Já, sko, fólk kann alltaf að meta upplifunina eins og ég, þú veist, er ofta að reyna að, sko, það er alltaf ofta að fara í sölugýrin með Reykjavík Cocktails. Þetta selur sig ekki sjálft, þú veist. Það er annað kannski með koktelaskólan og þar eru við í þessu, sko, þú veist, þar kaupir fólk bara miða á netinu og lætur sér hlakka til og mæti til okkar og svo er alltaf hóparnir og það er allt svona upp á borðinu, þetta er bara, þú veist, þetta prógram kostar svona, viltu A eða B, skilur, þú veist, það er ekkert flókið. Með Reykjavík Cocktails þá þurfum við alltaf að senda sérsniðið tilboð á hvern einasta einstakling. Til dæmis ef að, sko, til dæmis fyrirtæki, þú veist, árshátíð, 200 manns eitthvað svoleiðis, þú þarft ekki að fá okkur til að vera, við þurfum ekki að vera þarna allt kvöldið og sprengja budgetið alveg gessanlega. Bara fordrykkurinn til dæmis, ef þú lappar inn í árshátíð eitthvað staðar í flottum veislusal og þeir eru strax réttur bara svona handgerður kokteil. Þú ert búin að setja algjörlega svipinn fyrir kvöldið. Restin af kvöldin er alltaf læg þó þú sért bara með volgan bjór í flösku. Þú ert búin að búa til eitthvað standard. Þannig að þú veist, það er svona svolítið. Búin að negla svona first impression. Já, nákvæmlega, algjörlega. Þannig að það er það sem skiptir rosalega miklu máli. Einmitt. Hvernig er við svona, þú nefnir með koktelskólan, ég myndi með það sé mjög svona sniðugt eins og talar til þess að fá líka að sé eitthvað að gera á virkundum. Já. Hvaðan kemur sú hugmynd að vera með koktelskóla samhliða þessu? Sko, koktelaskólinn er bara klika koncept, þá ég segir sjálfur frá. Þess að því að þetta byrjaði í rauninni, sko, Reykjavík Cocktails fer náttúrulega í gang 2017-18 eitthvað svoleiðis og svo kemur náttúrulega COVID og þá náttúrulega stoppar það bara alveg, þú veist, við vorum, þegar mest var þá, þú veist, vorum ég og Stebbi meðandi minn, sem sagt, saman 2 í 5 manna matarboð. Bara til að brúa bili, bara til að þú veist, reyna einhvern veginn að afla einhverja tekið, sko. En í COVID, sem sagt, þá fer ég að posta vídeóum af sjálfur mér, bara að kenna fólki að gera koktela á Instagram. Og þetta er bara, þú veist, ég að tala í myndavélina og sýna fólki bara, heyri, svona gerir þið whisky sour, svona gerir þið mojito, espresso martini og bara svona þessa basic drykki. Og þetta svona sló ágætlega í gegn, þú veist, við kannski fengum þarna töluvert tífaldum followers fjöldan okkar, þú veist, ekkert eitthvað þannig skilja, hann fór úr 300 í 3000. En þarna samt fólk var síðan farið að bíða eftir uppskriftum, ég var alltaf með 1 kokteil á miðvikudögum, 1 á föstudögum. Þannig að ég var endanum farin að bara klippa ykkur vídeo á Instagram og senda, fólk var að senda, heyrðu, hvar kaupi ég svona, og ég var alltaf orðin einhver svona smá expert í þessu, skilju, svona online. Já. Og þá í rauninni
hugsum við, sem sagt ég og Ásthildur, kona mín, fórum þá í það bara, ok, heyri, höldum bara eitt alvöru námskeið, bara fáum fólk til að mæta eitthvað og bara kennum þeim að gera kokteila. Og þá áttum við náttúrulega tækin og búnaðinn frá Reykjavík Cocktails, þannig að þurftum ekkert að leggja neitt mikið út. Og heyrðum í nokkrum veitingastöðum og byrjuðum í kjallaranum á Snaps. Þá byrjuðum við bara með eitt námskeið og það mætti eitthvað 7-8 manns á það. Við héldum í alvörinu að við myndum klára íslenska markaðinn á svona 3 mánuðum kannski. Já. Og þá myndi bara, allir íslensku kokteilnördarnir eru búin að koma og svona, en við höfum bara ekki stoppað í 5 ár. Já, nóg að gera í þessu. Brjálæði að gera, sko. Já. Það er bara uppselt alla 50 daga, kannski 5-6 vikur fram í tíma. Já, bara uppselt. Já. Okay. Og svo erum við líka með aukanámskeiðin okkar sem við erum svona þemanámskeið. Já. Daginn til dæmis Freyja rekststjórinn okkar gerði Sex and the City námskeið. Og við höfum verið með Mojito námskeið, við höfum fengið erlenda kennara að koma frá einhverjum sérstakum romframleiðanda. Við verðum með gínnámskeið næstu mánuði og í samstarfi við íslenska kannski barþjóna aðra og bara erum alltaf að gera eitthvað nýtt þar. Þannig nýsköpunin, alltaf að gera eitthvað í kokteilskólanum. Já, einmitt. Til að halda þessu spennandi, sko. Já. Þannig að ég segi, ég og kona mín og við vorum alltaf bara 2. Það var bara ég og hún, alla 50 daga. Eftir svona kannski 6 mánuði, 1 ár, þá var bara orðið þannig að það var bara alltaf uppselt. Það var bara uppselt. Þannig við fyrir þá og fólk var líka að spyrja okkur, hvar getum við fengið baráheldin? Hvar getum við fengið shaker og hvar getum við keypt glös og svona. Þannig við stofnum þá samhliða netverslunina cocktailschoolin.is sem er bara ágætar auka tekjur alltaf af kokteilasettunum okkar sem bara sömu sett og við notum í skólanum. Og já, ég veit ekki, hefur þú komið það? Nei. Þú ekki komið, þú að koma. Þú að koma. Þetta er nefnilega, sko, fólk hristir sín eigin kokteil. Þannig að það er svolítið munurinn okkur. Þetta er ekki bara eitthvað PowerPoint show og ég er bara eitthvað kokteil á vindinu uppári, 1883 af Jóhanni, eitthvað svona. Þetta er ekki þannig. Þetta er bara, hver og einn með sinn shaker og glös og djúsa og síróp og allt það. Og svo er þetta svona workshop style. Þannig að við tökum 40 manns hjá okkur. Þannig að það getur ímyndað bara orkuna. Það eru 40 manns að shaka kokteil á sama tíma. Allar myndavélar á lofti, allir að posta á Instagram og það er sama þar eins og með Reykjavík Cocktails, þar er líka markmið að fólk knúsa okkur á leiðin út. Þannig að þetta er svona smá, þetta er algjört entertainment, sko. Við erum að segja brandara og við erum, svona skemmtilegt og lifandi. Já, algjörlega, við erum orðin 5-6 kennara núna og allir með eitthvað svona alveg karakter, sko. Þetta er ógeðslega líflegt. Þið eru að taka alltaf 40 manns í einu. Já, við tökum 40 manns hjá okkur, sem er svona típiskur fjöldi á 50 dögum og svo eru hópar alltaf þar á milli. Þannig að það eru hópar kannski 3-4 hópar á viku, eitthvað svoleiðis. Og svo erum við líka að fara út með skólanum, sko, til fyrirtækja. Já, ok. Þannig að þá erum við á fyrirtæki með matsal eða eitthvað svoleiðis og þau eru kannski fleiri en 40 eða það eru uppbókað hjá okkur. Þá bara sendumst við þangað og gerum þetta þar. Þetta er ágætis fjöldi af fólki sem fer hann í gegn þá. Þetta er það. Við erum að taka núna cirka 100 manns á viku. Í gegnum kokteilskólanum. En hvernig hefur verið eins og talar Reykjavík Cocktails sem náttúrulega svolítið hætti í COVID og þú farið hugmyndina af kokteilskólanum. Hvernig hefur svona reksturinn og vöxturinn á því fyrirtæki verið svona síðustu ár, svona sérstaklega eftir COVID? Sko, hann hefur verið bara góður. Við erum mjög sátt. Þetta hefur alltaf verið náttúrulega, kokteilskólinn var alltaf bara ég og kona mín, Ásthildur, og Reykjavík Cocktails var alltaf ég á stefniðinu minn. En síðan saminu við allt þetta bara meika ekki sens að hafa þetta í sundur. Við vorum að deila húsnæði, við vorum að deila starfsmönnum, við vorum að deila djúsum og áfengi og öllu. Þannig að við bara tókum þá sameiginlega ákvörðun að sameina þetta allt og þá í rauninni bara, einhvern veginn, þetta hefur bara stækkað bara þægilega síðan. Núna erum við orðinni 4 í fullu starfi, kona mín og ég stofnuðum annað fyrirtæki sem heitir Mistoko, sem er í förunargeiranum, þannig að hún er svolítið meira með fókusinn þar. Ég er með fókusinn í þessu og Stebbi með mér líka í þessu og svo eru 3 aðrir starfsmenn í fullu starfi. Já. Hvernig myndur þú segja svona í dag að sé svona mestu áskorun kannski í reksturum að vera með allt þetta í gangi? Sko áskorunar helstu eru bara, veislubransinn á Íslandi er hjút og það eru stórir einstaklingar á honum, stórar hallir, Laugardalshöll og Egilshöll og Fífan og Kórinn og allt þetta. Það sem hefur reynst svona kannski erfiðast er bara, einmitt að koma sér inn í þessi stóru gig. Og það er alltaf þegar ef að þú, og það þetta er ekki svona eins og kannski ef við lítum á bara, lúxus ferðaþjónustubransann.
þú sækir markaðshlutdeildina einhvern veginn í það bara að markaðssetja þig betur og þá kannski færð þú fleiri kúnna en samkeppnisaðilinn Mhm. ef þú gerir það rétt. En þetta, það eru bara X margar árshátíðir á ári. Það eru bara X mörg venue til á Já, Íslandi. Þannig að þú þarft að vera helviti góður sölumæður og þú þarft að vera helviti bara persistent til þess að komast inn á þennan stóra markað, sko. já, Og þú þarft að þekkja þetta fólki, þú þarft að networka ógeðslega vel, fyrstu kannski 4-5 árin þá var ég oft bara, þú veist, af hverju, þú veist, af hverju erum við ekki bókaðir þarna inn? Og svo fara að fatta ég seinna af hverju, já, það er bara út af að það eru aðrir aðilar sem eru bara með töluvert sterkari samninga en þú skilurðu þarna. einmitt. En það hefur verið kannski svona mest áskorunin, en við hefum bara unnið í því að leysa það. Já, hvernig hafið þið verið að gera það? Bara með því að auglýsa meira, minna meira á Já, ykkur? bara í rauninni það, sko. Bara Já, auglýsa okkur og bara gera þetta það vel alltaf, þú veist. Það verður, ég vil alveg svona nánast fullyra það að fólk bara verði ekki fyrir vonbrigðum í þjónustu. já, Hvort sem það sé Reykjavík Cocktails eða Cocktailskólinn. Við reynum alltaf að pússa þannig að fólk verði sko over the top ánægt. Og þá er rauninni ef við sköpum okkur það góða ímynd í samfélaginu að þá er rauninni skipta ekki lengur máli, þú veist, hvað annað er að gerast. Það á endanum er það alltaf viðskiptavinurinn sem ræður. já, Þannig að viðskiptavinurinn kemur inn og segir bara, ég vil fá Reykjavík Cocktails. einmitt, Að einmitt. þá er það alltaf miklu sterkara en ef að, þú veist, það er eitthvað fyrirfram ákveðið, kannski konsept í gangi í veislusalnum. Já, Þá er alltaf bara, ok, þessi viðskiptavinur, ef við viljum halda honum, þá verðum við bara að redda þessu. En einmitt. bara skapa okkur gott orð og vera alltaf brosandi, bara alltaf hress. Já, Það er í rauninni bara þannig sem maður leysir þetta, sko. já. Við erum búin að vera núna, hvað, í 8 ár? Já, í Þetta rauninni, er sko. áttunda árið? Já, þetta er 8. árið, sko. Já, Það er samt einmitt, þú veist, fyrstu árin var maður náttúrulega fullu starfið annar staðar, einmitt. svo kemur COVID. Byggja þetta upp hægt og Ég er rólega. Já, þegar ég hætti í hinni vinnunni minni og ég reyndar flutti þarna til Barcelona í 6 mánuði eitthvað inn á milli og svona, en allavega, þú veist, ég ætla að byrja að fókusa á Reykjavík Cocktails í febrúar árið 2020. Já. Þá bara ætla ég bara, hey, ég ætla bara að hætta öllu, ég ætla bara að setja alla með Já, fókus á það var í Reykjavík Cocktails. febrúar Já, 2020. og svo bara, bam, 11. mars, bara, Já, za! já. Skrúa fyrir. Skrúfa fyrir nákvæmlega, en það sama sumar fór ég bara að posta þessum vídeóum og svo bara stutti setna heldum við Cocktail, sko. Já, Þannig að þú veist, þetta var nú ekkert löng pása þannig séð, sko. nei, einmitt. Ég var einmitt að skoða Instagram með ykkur, ég var að gera mjög góða hluti þar og verðist leggja alveg góða áherslu á að vera með svolítið lifandi og skemmtilegt efni, sko. Já, takk fyrir það. Það er mikið bara, við höfum alltaf verið rosalega mikið þar og við vissum alltaf í byrjun að, þú veist, Cocktailskólinn sérstaklega er með persónulegt brand. Já, Þú veist, þetta er rosa mikið ég og, þú veist, ég þarf að leggja mig allan fram við að delivera, skilurðu. Þetta er show, þetta er bara eins og How to be Icelandic in 60 minutes eða hvað sem það er, skilurðu, einmitt. þú veist, þú þarf að delivera alltaf. Þú Já, veist, fólk er að koma til þín, fólk er bara lagt til, ég vaknar á morgunum bara, fuck, ég er Cocktailskólinn í dag, einmitt. geggjað og svo mæti það og það er bara eitthvað fílupési, skilurðu, það gengur ekki upp, sko. Þannig að já, og það er sama með samfélagsmiðlun okkar, við bara, þú veist, erum rosa persónuleg þar, þú veist, við erum alltaf eitthvað að djóka og við erum með svona bloopers-vídeó sem hafa verið svolítið vinsæl líka. Já, Það sem svona mistök. já, þannig að í rauninni, þú veist, það var alltaf ég og einmitt Ásthildur mín sem að bara förum og tökum saman eitthvað upp skemmtilegt. Til dæmis eitt vinsælasta vídeó okkar var sko þegar við sjálf mættum í Cocktailskólann undercover. Þannig að, þú veist, við vorum bara að tala í myndavélina inn á Cocktailskóla Instagraminu, bara, já, heyri, nú er komið okkur, við erum búin að eiga þetta í 4 ár, við hefum aldrei mætt sjálf. Þannig að það var alltaf með svinsælt og svo í dag er rekstrarstjórinn okkar, hún Freyja, hún í rauninni hefur rosa mikinn áhuga á markaðsfræði og þannig að það lá bara beinast við að hún myndi koma í það líka. Þannig að þá er hún líka með svolítið miklu hugmyndir. Hún er 21, þannig að hún kann á TikTokið og þessa hluti og veit svona kannski betur en ég 32 ára hvað er að trenda í dag á samfélagsmiðlum. Þannig að hún hefur verið óslega dugleg að taka það áfram með okkur. Hvernig hefur gengið svona hjá okkur að halda í starfsfólk saman þó séu náttúrulega mikið að nota einhverja verktakar, kannski mikið sem er að nota aftur og aftur og kannski búin að byggja upp þekkingu og reynslu á þeim? Já, sko, kjarninn hefur verið með okkur frá í byrjun. Þú veist, bara það eru 2 svona helstu stæðst svona barþjónandir sem eru, þú veist, bæði að kenna í Cocktailskólanum og eru í öllum þessum stóru giggum og svona. Þú veist, það er þeir hafa verið frá bara bókstaflega frá day one, sko. Já. Og svo er þetta, já, svona kannski 5-6 manna hópur sem hefur fylgt mér bara frá fyrsta giggi, sko. Svo þessi fastráðinu, þú veist, það sem við reynum að gera voða vel er að, þú veist, markmiðið með
í rauninni mitt þú veist, ef ég fæ inn starfsmann, bara í fullt starf, segjum þess, bara dagvinnu skilur, sem líka fyrst að taka gigg og svona, að ég vil alltaf skila þeim frá mér þannig að þau hafi lært eitthvað ógeðslega mikið að vera að vinna hjá okkur. Þannig til dæmis ef við tökum rekstrarstjórann sem dæmi, sem núna er rekstrarstjóri, hún er 21 árs. Hún byrjaði 18 ára, kom bara, mætti til mín í viðtal og las bókina mína Heimabarinn og bara, ég vil vinna við þetta. Byrjaði að taka veislur og svo byrjaði hún að vinna í eldhúsinu, búið til sírópinn og allt það og bara sagði mér hún hefði áhuga á að taka samfélagsmiðlana og ég bara ok, geðveikt. Tók samfélagsmiðlana og gerði það bara ógeðslega vel, bara ógeðslega geðveikt mikið í því og við fórum eitthvað svona að gæla við það, ég myndi að vera með okkar í stúdíó og hún myndi taka það líka og eitthvað svona. Og svo fyrir ég í fæðingarorlof, eins og ég sagði þér þegar ég kom mitt, ég er með nýfætt barn, fyrir ég í fæðingarorlof og þá tekur hún við sem rekstrarstjóri. Já. Þannig að þú veist, ég veit alveg kannski að hún er endilega að fara að vinna hjá okkur þangað til hún er fertug. En þú veist, að fara út úr þessu umhverfi einhvern veginn, þú byrjar að vinna í eldhúsi, þú skipuleggja þig þar, þú veist, hafa yfirsýn yfir, þú veist, pöntanir og lager og kunna búa til ákveðna hluti, senda veislur út um allan bæ og bara brjála skipulag. Og svo samfélagsmiðlar, markaðsfræði, hún fer á fund með mér, með markaðsteymin okkar einu sinni í viku, sem hún getur pikkað upp allt þar og svo einmitt að lokum að verða rekstrarstjóri. Það sem þú ert með bara tótal yfirsýn yfir, þú veist, frekar flókin rekstur eins og þetta er. Þannig að þú veist, ég vona einmitt að þú veist, þegar hún hætti þá bara verði það þannig að þú veist, að hún getur bara farið í eitthvað geggjað, hvort sem það sé markaðstengt eða eitthvað svona stjórnunarstarf eða eitthvað svona eldhússtarf eða eitthvað svona. Þannig að þú veist, reynum að finna alltaf bara hvað það er við einstaklingin sem er geggjað. Hvernig hefur verið fyrir þig svona að láta meiri ábyrgð þá á aðra? Sko, það hefur verið erfitt, sko. Eins og, ég veit ekki, kannski þú þekkir, sko, það hefur verið erfitt en þetta var samt geggjað, sko. Þetta var það sem þurfti að gerast. Ef að stækka fyrirtæki. Já, og þá er eins gott að sé bara eitthvað deadline eins og nýtt barn. Já. Það sé bara krafa það á heimilinu að ég sé frá vinnu í 6 vikur. Já. Og þá er það bara, þú veist, krakka, nú verður þetta ganga án mín, skilju. Já, einmitt. Og það gekk og gengur. Já. Hvernig er svona verkaskiptingin hjá ykkur? Þú veist, hversu mikið þú talaður um að hversu mikið að fókusa á kóktelskólan sjálfur, en hversu mikið þú eins og í giggunum sem að Reykjavík Cocktails er að taka og allt það? Sko, ég stekk inn ef að það er ykkur veikindi eða ykkur neyðarástand, sko. En annars er ég að taka kannski þessi stóru gigg, fer allt svolítið eftir bara aðstæðum. Þú veist, núna er teymið það gott að ég er bara mjög rólegur án þess að koma inn, jafnvel þó að sé, þú veist, þau tóku saman daginn þau og meðan ég var í fæðingarorlofi, þú veist, 500 manna veislu þar sem var, þú veist, bjór og vín og þjónar og allt, skilur, á 2 mismunandi hæðum í stóru húsi. Já. Þannig að þau tóku það bara og ég hafði ekkert með það að gera. Og á þeim degi mitt, þetta er svo típist svona, þá mætti ég niður í vinnu bara eitthvað, ok, krakkar, hvað segir við að koma? Og þau bara, hvað er þú að gera þetta? Á ég ekki að vera með það? Þú þarft þess ekkert. Bara, ok. Fór heim og bara hóra Gísla Martin og naða neglunar, skilur. Hvernig var svo tilfinning? Hún er skrítin, sko. Hún er skrítin. Hún er alltaf búin að vera við stjórnvölinn í allan annan tíma og allt það og svo, en hún er náttúrulega geggjuð. Þetta er svona, ég veit ekki, þetta er kannski svolítið eins og þeirra barnum hans fyrir grunnskóla. Svona sleppa tækinu. Já, algjörlega. Það er svona, kannski eins og, já, þeir eru að fara í grunnskóla eitthvað. Í leikskóla þá veist að það er eitthvað að fara að skeina þeim og skiptum bleið á þeim og svona. Þegar þú færi í grunnskóla þá bara ok, kiddi, you're on your own. Þú þarf bara að reyma þín eigin skó og Hvernig er svona, það eru með svona stóra viðburði, þú veist, hvað er svona mesta flækjustig fyrir þá sem að þekkja kannski ekki þennan rekstur að vera að sjá barinn eða vera að sjá drykkina? Sko, flækjustigið er alltaf á undan. Mánudagur og þriðjudagar, við höfum oft talað um þetta í vinnu, mánudagur og þriðjudagar eru mest stressandi dagar vikunar. Og þá ertu sko, í fyrsta lagi, þú veist, þú talar verkaskiptinguna áðan, þú veist, við erum með í rauninni, þú veist, rekstrarstjóra sem er líka inn í eldhúsi og svo er annar sem að sér aðalegum bókanir, sem er satt líka barþjónn og svo er annar, þau eru öll barþjónar, svo er annar sem að sér sem sagt starfsmannamálin öll og hann er líka kennari í Cocktailskólanum. Þannig að sko, þú veist, á mánudum og þriðjudögum, þá er sá sem sér bókanir, hann, þú veist, hann er í rauninni bara að klára að safna öllum upplýsingum fyrir helgina. Þú veist, það er kannski viðskiptavinur sem bara er ekki búin að ákveða sig. Hvaða drykkur á að vera í boði, hversu lengi á að vera á staðnum, hversu marga drykki viltu panta, hvert á að senda reikning. Þú veist,
alla þessa aukahluti, þannig að hann í rauninni bara milljón í því skilur að hringja út og fá öll þessi last details. Áður en detailsarnir eru komnir, þá getur eldhúsið ekki byrjað að gera neitt og þá getur starfsmannastjórinn ekki byrjað að ráða inn í viðburðina. Nei, einmitt. Svo sendir hann út tilkynningar á staffagrúpurnar, við erum með juniors og seniors sem er bara svona yngri barþjónar og eldri barþjónar. Já. Svo sendir hann út á þau skilur bara svona uppbót. Við erum með 6 veislur helgina, þessi tímasetning og þau bara rétta öllu pönd í grúpunni og þá bara raðar hann þig niður hvernig það hendar. Þannig að þetta er alltaf gerast á mánudögum og þriðjudögum. Þannig þá erum við reyna að klára allar upplýsingar og þá er maður oft bara fuck. Það er að gera þetta. Það er með 9 viðburði, 2 kokteilaskóla, vínskóla og Patti þarf að fara upp á jökul, skilur. Einmitt. Á einum bílnum. Þannig að það þarf alltaf að leigja annan bíl og þannig að þetta er svona mest stressandi í tíminn, sko. En svo þegar við erum komin á viðburðin, þá er þetta ekki. Já. Það er svolítið kannski eins og ég get ímyndað mér að það sé kannski að gera of mikið úr þessu, kannski svona eins og hljómsveit, skilur, sem að bara, ok, nú erum við bara að byrja að spila, við kunnum að spila. Já, einmitt. Kunnum alveg lögin og textan, sko. Einmitt. En það er svona skipulagið, soundcheckið, allt það sem er svona verið svolítið stressandi. Já, hvað er svona stærsti viðburði sem að þið hefur síðan? Sko, það eru 1200 manna viðburðir, 1200 og 1500 manna viðburðir sem við höfum verið á. Já. Það eru bara stórar árshátíðir í Laugardalshöll eða Kórnum eða Fífunni eða eitthvað svoleiðis. Og þú veist, já, en þá erum við ekki að sjá allt, sko. Við náttúrulega höfum kannski ekki alveg capacity í það að sjá þú veist, allt. Þá erum við að tala kannski 50 þjóna. Já. Og glasabúna, fyrir allt þetta fólk. Þá erum við yfirleitt bara með ferðabærinn okkar. Þá erum kannski með 6 ferðabæri. Þeir eru allir tengdir saman mynda það kannski 9 metra bar. Já. Og þar á bakvið þennan 9 metra bar standa kannski 10, 15, 20 barþjónar. Og svo eru rönnerar frá okkur sem að passa það að barþjónunum vantar aldrei neitt. Þannig að barþjónunum getur haldið áfram að moka. Já. Barþjónunum okkar eru allir þjálfaðir í því að gera alltaf 6 drykki í einu. Þannig að það tekur okkur svona cirka bát mínútu að gera 6 drykki, 1 barþjón. Og það er allt forblandað. Já. Við erum búin að vinna allar vinnuna inn í eldhúsi sem þarf til þess að barþjónum getur gert bara Af hverju 6 drykki? Og það er að þeir fara hvað sem er. Já. Það tekur því ekki ef eitthvað kemur og allar að hey, fæ ég viski sáir hjá þér og ekkert mál þá gerir 6. Og það svo koma 5 aðrir áður en við stað og taka á. Það er alltaf lágmark 6. Já, þannig að allir eru alltaf að gera 6. Hvað er í þessum ferðabörum sem þið eru með? Sko, ferðabærinir eru alveg mjög þægilegt koncept. Þetta er í rauninni, þú veist, brjótum hann saman og tökum hann í sundur sem sagt, þetta eru 4 einingar sem við síðan setjum saman og í barborðinu sjálfu eru 2 svona stór göt sem við notum til þess að bæði setja flöskur og klaka. Og svo er bara svona bartoppur og svo framan á banner með logoðun okkar og lýsing. Og þetta er allt bara tengt við USB þarna í gegnum svona hleðslubanka, þannig að við þurfum ekki vatn og ekki rafmagn eða neitt svoleiðis. Við stilt okkur upp bara úti á gólfvelli. Já, ok. Og svo er þetta raðaðinn saman. Já. Og þetta setja, þú veist, fyrirtæki geta sett sin eigin front framan á eða þú veist, þetta branda barinn á bara eitthvað. Og já, þannig að segja, þannig hver bar getur afkastað rosalega miklu, en þú veist, á þessum stóru viðburðum þá erum við alltaf með svokallaða svona heita barbacks, basically, í barbransanum sem er bara svona fólki sem passar að það vant aldrei neitt á barinn. Þannig að þeir sjá bara, heyrðu, station 5 vant að klaka og þá bara hleypir ykkur með tunnu að klaka og bara og svo bara, heyrðu, djús hérna, réttir honum djús og svo manneskja hleypir kannski áfyllingastöðuna sem er ykkur starra bakvið og bara þar eru við með, þú veist, bara 60-100 lítra af alls konar sírupum og læmi og stöfi og þar er bara einn á áfyllingastöðinni að fylla á. Já. Þetta har að gerast alls mér að fólk nennir ekki að bíða neitt. Nei, nákvæmlega, það er kannski okkar fortið. Við vorum, gamli slagorðið okkar var alltaf fyrst, engar raðir er ekki stress, sko. Engar raðir er ekki stress. Já. Þannig að það er líka það sem við erum að selja, er náttúrulega þjónustan fyrst og fremst. Já. Við erum að selja það að þú ætlar að fá okkur í útskriftina þína, þá þarf þú ekki að fara til búð og kaupa eitthvað gen, þú þarf ekki að finna einhver glös sem eru öll mismunandi í laginu, þú þarf ekki að gera neitt af þessum hlutum, bara heyrir í okkur og við sjáum þetta frá A til Ö. Já. Það er alltaf dýrara en að fara sjálfur að kaupa gen og glös og en þú þarft ekki að spá í þessu. En þú þarft ekki að spá í þessu. Segðu bara, heyri, með stillu barnum þarna. Já. Og þetta eru 150 drykkir. En þú hannaðir og smíðaðir þessa ferðabæri sjálfur, eða? Nei, reyndar ekki. Gauður sem heitir Siggi sem að smíðaði þá, sko. Það var líka í COVID-ið mitt. Maður fekk mikinn tíma til að hugsa þá, sko. Það var nóg af hugmyndum. Nákvæmlega. Þá, ég var búinn að teikna hann upp, sko, áður og var með þá hugmynd að fara í svona fjöldaframleiðslu á ferðabörum
til að selja á netinu. Já. Þannig að hver sem gat í rauninni átt bara einhvers staðar inn í geymslu, einhvern svona lítinn bar og svo gastu bara riggað honum upp þegar það er partí og bara Það gert eitthvað er skemmtilegt. snilldar hugmynd. Það er ágætis hugmynd nefnilega, en fyrst þarftu að kenna öllum að gera kokteila, sko. Þá fara þær í skóla. Þá fara þær í kokteilskólann, sko, Já, og lesa já. bókina, heimabarinn. Einmitt. Og já, og þannig að ég og Siggi hittumst bara í COVID og ég sýndi honum bara og hann sagði, já, nei, við getum ekki gert það svona, við þurfum að gera þetta svona og svo bara tók hann hugmyndina mín áfram og bara smíðaði það, þú veist, hann ákvað úr hvernig efnið átt að vera, þess vegna alltaf að vera vatnseldir og allt þetta, sko. Já, einmitt. En hvernig eins og með Reykjavík Cocktail, þú veist, hver svona samkeppnin? Hver helstu samkeppnisaðilar hérna á Íslandi? Sko, það eru ekki margir, sko, í kannski beinni samkeppni við okkur, þannig. Nei. En samkeppnin er náttúrulega alltaf bara stóru veitingaþjónustu. Sem bjóð upp á allt bara. Já, sem eru með, þú veist, the complete package, þú veist. Já. Þannig að, þeir eru náttúrulega ekki með, þú veist, þau eru ekki að gera næstu á saman við, þú veist, það er enginn að gera það saman við. Nei. Það er enginn sem held ég, eins og það er núna allavega, getur gert það sem við erum að gera. Já. En þau geta samt alveg ágætt áfengi, skilur. Þannig að endanum það svolítið undir viðskiptunum komið, þú veist, viltu vera með bar þar sem bara, þú veist, vodka, Red Bull, gin og tonic og bara stemning, skilur, eða viltu fá Reykjavík Cocktails. Og þetta er bara tvennt ólíkt. Já, veist, þetta er bara niðurstaðan er svo sama, fólk verður fullt. Já, skilur. Já. en þetta er svona saman eins og bara, þú veist, þú getur tekið það séu döstir eða áti, skilur, þeir komaði báði til Akureyrar og þart, skilur, en það munur. En þú talar hann í byrjun að þetta er svolítið byrjað þannig að fólk hafi verið að bóka í svona private gig heim til sín og þeir alveg ennþá að gera svoleiðis. Já, líka. Algjörlega. Og bara alveg upp í stóra viðburði. Já, við tökum frá 20 til 1500 manns. Já. Þannig að þú veist, þá eru bara mismunandi pakka í boði. Það eru 20 til kannski 50 manns, þá fer ég í svona pakka sem heitir private barþjónn. Þá kemur bara barþjónn heim. Þá er hann ekki með ferðabarinn, þá kemur bara einhver einn maður eða kona og þau bara, þú veist, stilla sér upp, kannski okkur í fallegri eldhúsi eða eitthvað svoleiðis og gera bara drykki fyrir þig. Einmitt. Og þar er einhver lágmarkspönd. Þannig að þú ert að panta bara 50 kokteila og þá getur við rettað þessu. Einmitt. Hvernig er eins og viðskiptamódel bak við það? Hann mæti með allt áfengi og annað sem að þarf til þess. Já. Og þú þarf bara að vera, þú veist, þú borgar alltaf bara eitthvað x minimum. Já. Í rauninni, sko, eða þú veist, fólk borgar alltaf bara fyrir drykki. Já. Þannig að það er alveg svo, og þú veist, eftir á, þú veist, við erum ekki að koma með posa og rukast þannig, það er alltaf að vera einn sem kaupir allt. Já, það virkar svo leiðis. Já, einmitt. Algjörlega, þannig að við séum ekki að koma, þú veist, það þarf að vera ákveðin trygging fyrir því að þetta make sense. Ja, þetta er ekki bara eins og opna bar heima og sjá hvað selst. Nei, nákvæmlega. En hvernig hefur verið eins og með það? Þið eru það bara först á þér og þau þurfa að panta þennan lágmark 50 drykki sem að þurfa að vera greiddir fyrirfram að því að maður getur alveg ímyndað sér, sko, sérstaklega að fara heim til fólks og svona eitthvað lið á kvöld og annað alls konar í hvers, sko. Já. En það er þá svona alltaf bara ákveðið fyrirfram bara hvaða pakki þú ert að taka. Já, það sem er kannski líka við þetta að miða við það sem henta mér rosalega vel og ég held að þess vegna höldum við staffinu okkar voða lengi. Þetta er eiginlega aldrei eitthvað fram á nótt. Nei. Það er vinsælast að fá okkur inn svona milli 7 og 10. Það eru 3 klukkutímar innifaldir í þjónustunni, annars þarf það að kaupa fleiri klukkutíma. Já. Þannig að þú getur heldur ekki, þetta er bara allt trial and error, við höfum alveg lent í því að eitthvað kaupi 50 kokteila og bara, geti ekki verið hérna til klukkan 2, bara frá klukkan 5 eftir hádegi og svo eru bara einhverjum 5 gaurar að spila FIFA og drekka kokteila, og maður lendir bara einu sinni í því, sko. Og svo aðlagast maður bara, nei, við verðum að kutta þetta maður, við getum ekki verið að hanga hérna í 7 klukkutíma og gera 50 kokteila, sko. Launakostnaður komin í ruglið og allir pirraði, sko. Hvað myndur þú segja að væri svona mest frábrigði þessum rekstri í dag og með við svona þegar þú byrjaðir 2017, 2018? Já, sko, ekkert mikið þannig séð, þú veist, í grunninn er þetta sama konsept, þetta er bara að fara heim, eða ekki endilega heim til eitthvað sem við náttúrulega fyrirtækin eru, 90% af veltin eru fyrirtæki. Já. Það er voðalega kannski ekki margir kannski heima, jú, það er alveg einhverjir, þú veist, það er alveg einhverjir útskriftir, svona brúðkaupsbransinn og svona, en náttúrulega, þú veist, í grunninn er þetta sama konsept, þú mætir einhvert heimið þitt eða eitthvað svona og það er bara gleðin sem við gefum frá okkur er smitandi. Já. Við fáum alltaf, eða við reynum alltaf, við spyrjum alltaf feedback. Eftir alla viðburði sendum við e-mail og eitthvað sérstakt að þá hringi ég á mánudegi, þriðjudegi, bara sæll, Gunnar hjá þessu fyrirtæki, gaman að heyri, þetta er Ívan hjá Reykjavík Cocktails, hvað segirðu, hvernig gekk þetta á laugardaginn? Allir sáttir og svona.
reynum að fá feedback og fólk voðalega ánægt. Þú veist, við höfum náttúrulega auðvitað lent í einhverjum hrakföllum, kannski bara óvart, þú veist, já, þeir eru eitthvað bara einhverjir seinni eða kannski fann hann ekki locationið eða eitthvað svoleiðis, þú Einmitt. veist, barþjónninn eða barþjónarnir. En svona yfir höfuð er fólk yfirleitt mjög ánægt og það er bara sama, þú veist, það snýst bara að delivera smitandi gleði, sko. Já, einmitt, einmitt. En hvernig eins og þú talaðir náttúrulega farið í gennum COVID í þessu ferli. Já. Var það svona stærsta áskorun sem þú farið í gegnum? Í rauninni ekki út af því að þetta var ekkert orðið neitt í rauninni þannig fyrir COVID. Nei. Við vorum alveg búin að taka einhverja veislur, við áttum einhverja glasagrindur, við vorum að leigja einhverja 4 fermetra geymslu út á Granda fyrir búnaðinn okkar, en það var ekkert continuity. Þetta var kannski bara 2 veislur á 2 mánaða fresti eða eitthvað svona, það var bara aukagig, sko. Já. Ég var alltaf í fullu starfi annars staðar og svona, þannig að það var í rauninni bara eftir COVID sem að, í kringum þann tíma þar sem að þetta byrjaði í rauninni að vera eitthvað alvöru, sko. Já. Þú veist, og það er náttúrulega líka með tilvist kokteilskólans, þú veist, í kokteilskólanum erum við að fá bara 49 viðskiptavini inn í hver einstu viku og við segjum þeim frá Reykjavík Cocktails. Þannig að þú veist, þau koma, við segjum söguna, það byrja allt með Reykjavík Cocktails, það er veisluþjónusta, Einmitt. þið vitið að því að það er útskrift framundan, við erum gæjarnir í hvítu skyrtunum með axlaböndin sem kom með barinn. Já, og bara svona, ok, þannig að þú veist Geggjuð auglýsing. Já, nákvæmlega, þannig erum við að fá inn, þú veist, nýtt fólk og þú veist, í kokteilskólanum þar erum við með yfir 1000 manns á póstlista sem við erum búin að safna síðustu árin og svona, hann er mjög effektífur í þessu, sko. Já. Bara senda ef það er eitthvað, þú veist, aukanámskeið, þú veist, það selst yfirleitt upp kannski á sólarhring 5 í mesta lagi. Já. Við sendum bara póstlistan og þú veist, það er en svo náttúrulega auðvitað líka blöstu við á samfélagsmiðlunum alveg á fullu, mjög sterk þar. Einmitt. Og já, þannig að þú veist, ég myndi segja svona helsta kannski áskorunin hingað til hefur verið þetta dæmi, sko, að reyna að fara úr 50 manna í 500 manna veislu. Það hefur verið svona, það skref er erfitt, sko. Þú veist, þú þarft einmitt, já, tengslanetið, nákvæmlega. Þú veist, þú ert komin í stærðargráðuna af 500 manns, það er ekki mörg fyrirtæki í Íslandi sem eru 500 starfsmenn. Nei. Við vitum öll hvað fyrirtæki þau eru. Einmitt. Þau eru kannski ekki að fara að treysta Ívani, 23 ára barþjóni, Nei. fyrir ásatíðinni sinni. Nei. En núna kannski 7 ára seinna treysta þau Reykjavík Cocktails fyrir ásatíðinni sinni. Þannig að það er þetta bara tekur tíma. Tekur tíma að koma sér inn. Já. Byggja upp álveru brand. Já, það er svona stærsta áskorun í rauninni. Einmitt. Það sem þessi Geir náttúrulega, þú veist, hann sveiflar svolítið til. Hvernig þú veist, hefur þú verið að setja upp einhver áætlanir eða eitthvað sem þú nýtir í til þess að stjórna reksturnum sjálfur, áætlanir gerði í Excel eða eitthvað svoleiðis? Sko, ég nota Excel alveg mjög mikið sjálfur og þau öll í vinnunni, það bara krafa að þú kunnir á, eða þú veist, Sheets eða Excel, alltaf. Að þú kunnir að nota það, sko. Ég í rauninni, þú veist, ég veit ekki, ég er ekki viðskiptafræðimenntaður, ég hef aldrei gert viðskiptaáætlun á minni þannig séð. Nei. Ég bara, þú veist, ef ég er með einhvern höns, ég er svolítið svona þráhyggjupissi, sko, ef ég fæ einhverja hugmynd eða eitthvað svona, þú veist, þá er ég ekki að fara að sleppa henni fyrir að, þú veist, hún annarkvort sé ég að hún virkar ekki eða hún virkar og það snýst náttúrulega allt að varan, vissulega sé geggjuð og það sé pláss fyrir hana á markaðnum. Já. Og svo sölumennskan og allt það, þannig að þú veist, nei, ég get ekki sagt að ég geri mikið af áætlunum. Nei. Það er erfitt að gera áætlanir í þessum bransa, sko. Já, ég get alveg ímyndað með það. Þetta er oft bara svona, þú veist, ef okkur vantar eitthvað að gera sem hefur alveg gerst, að sjálfsögðu hefur það gerst á síðustu árum, að það vantar eitthvað að gera, þá bara búum við eitthvað til. Já. Við erum með plattformið núna, við erum með viðskiptavinina, sérstaklega í kokteilskólanum, fastakúnnar, sem að bara hafa komið kannski 5, 6, 7, 8 sinnum í kokteilskólan til okkar. Þannig að til dæmis, ef ég má segja eina smá sögu, þegar við vorum að búa til Spritz, staðinn okkar niður í bæ, þú veist, við höfum aldrei tekið lán heldur fyrir neinu. Þannig að þegar við vorum að gera hann, þá vorum við náttúrulega bara að mála og gera og græja og bara innréttingarnar sérsmíðaðar og það er alveg frekar flottur staður, þú veist, ég sjálfur frá, þú veist, marmarinn og allt og við vorum búin að gera áætlun. Þar gerum við áætlun, svona cirka gróf áætlun, maður eyða ekki meira en einhver ákveðnu magni af pening. Og svo svona mánuði fyrir opnun, þá bara sáum við við erum ekki að fara að ná endur saman, við erum að fara undir 0. Og þá hringi ég í bankann og bara, þetta er ekkert mál.
hringi eitthvað og bara, já, hvað er kennitala í gömul? Hún er 1 árs, já, gleymdi gamli, Já, það skilurðu? var svoleiðis. Já, ég veit að þá var sko kokteilskólinn Reykján allt annað í kennitölu. Já. En ég er að segja við það, en ég er samt búin að vera viðskiptavinur ykkar hjá Reykjavík Cocktails í 4 ár, come on maður. Ég sagði náttúrulega ekki come on maður, en en þau sögðu nei og þá þetta var einhvern tímann, ég man ekki alveg á hvað tímabil þetta var, en þá í rauninni er ég að keyra bílinn og heyri þá eitthvað svona skólaafsláttur A4 í útvarpinu. Eitthvað svona, þú veist, já, það er þú veist, skólarnir að fara aftur í gang. Það er skólaafsláttur, allt í A4 með 25% afslátt. Já. Og ég bara, skóli, við erum skóli. Þá var til back to school afslátturinn okkar, sem er eitt stærsti afslátturinn okkar afsláttardagarnir á árinu. Þannig að við erum með back to school afslátt alltaf í kokteilskólanum, Já. sem í rauninni erum við svona að djóka með þá samfélagsmiðlum að við séum menntastofnun, skilurðu. Þannig að þá í rauninni allt á heimasíðunni á 20% afslátt. Fólk getur keypt gjafabréf, kokteilsett, kokteilbækur, bara alls konar kokteila tengda vörur á 20% afslátt. Þannig að þarna í rauninni bara söfnuðum við fyrir restinni. Já, þið gerðu það bara svona? Já. Þannig að við byggum í rauninni til þennan afslátt og auglýstum hann svolítið hressilega á Instagram bara. Já. Þú veist. Og nýttu fjármagnið svona? Og nýttum allt fjármagnið sem kom úr því bara til þess að klára staðinn. Já. Og náðum að klára staðinn, en þar fyrsta mánuðin vorum við ekki með, sko, það er svona gluggar inn á staðnum, vorum ekki með gler í þeim gluggum. En þú veist, allt í góðu, þeir komið seinna. Hver var svona tilfinningin á þessum tíma að fara í gegnum þetta, búin að setja allan peningin í og opna staðinn? Hún var alltaf góð, sko, við vorum alltaf komin með markaðinn. Sko, bara alveg óhræddur? Já, í rauninni, sko. Það hefur ekkert neitt annað komið til greina. Ég held að þetta er fyrst sem spyr með þessu, sko. Þetta var bara, það hefur ekkert annað komið til greina en að þetta slá í gegn, sko. Já, en hvers vegna voruð ekki búin að taka lán fram að þessum tímapunkti? Við þurftu þess bara ekki. Já. Þú veist, já, við bara einfallega þurftum þess ekki, sko. Já. Þú veist, ég fer að staði í þetta projekt, þú veist, þegar ég á ekki neitt, skilur, ég er ekki komið með íbúð eða bíl, bjó bara niður í bæ og labbaði allt og var ekkert mikið að spá í þannig hlutum, sko. Nei. Þannig að og svo bara hægt og rólega bara eitt í einu, sko. Þú kannski tekur eina veislu og það kemur inn 500.000 kall og þú kaupir kannski glös fyrir 100.000, fyrir aðra veislu og það kemur 250.000 kall og þú kannski setur 100.000 kall í þína sparnað og svo kaupir við þetta vel. 400.000 kall kannski að koma fyrir því. Það er bara aldrei hitt þannig á að við þurfum að taka lán. Já, bara byggt upp eigi fyrir hægt og rólega. Já, nákvæmlega. Og svo þú veist bara fyrstu heimasíðurnar, fyrsta logoið og allt er bara eitthvað sem ég riggaði upp, sko. Já, einmitt. Það er eins og kokteilskóla logoið sem við notum en þá í dag er bara eftir mig, sko. Já, bara allt græja sem að þarf. Já, í rauninni, sko. Já. Allt græja sem þarf að græja, sko. Einmitt. Og svo bara hægt og rólega, þú veist, bara eitt skrif í einu, sko. Hvaðan heldur þú svona drifkrafturinn komi hjá þér í að fara í þetta verkefni? Því ég veit að náttúrulega bara reynsla, þetta er ekki auðvelt að fara út í eigin rekstur. Nei. Það er það sama eins og með hræðsluna, sko, ég held að bara það hafa aldrei komið neitt annað til greina hjá mér. Þú veist, ég hef aldrei vita kannski beint hvað ég vildi gera þegar ég verið stór, skilur við, það var ekki þannig, en þú veist, ég hafði alltaf rosalega gaman að því að, þú veist, bæði að skapa eitthvað sem að skapa síðan verðmæti, þú veist. Já. Þú veist, ég og vinur minn vorum ofta, þú veist, teikna tattoo, svona, þú veist, á aðra vin okkar fyrir kannski 50 kall í 3. bekk, skilur við, og þú veist, maður var alltaf að búa eitthvað til, þú veist, maður var alltaf að hugsa, þú veist, hvernig get ég keypt eitthvað á 2.000 kall og selt á 4.000 kall. Já, einmitt. Og allt þetta, og kona mín er eins, hún stofnaði sína fyrstu netverslun þegar hún var bara 18 ára, það var bara lönguðurinn droppar til og allt þetta. Já. Þannig að við bara algjör tilhörin að við síðan kynnumst og förum í þessa vegferð saman, sko. Já, einmitt. Þannig að þú myndir raunin segja að hafi raunin alltaf verið smá svona frumkvöld í þér. Já, í rauninni, þú veist, ég elskaði ekkert skólakerfi, sko. Nei. Hann alveg læra, þú veist, það er ekki það er bara erfitt, kannski frekar erfitt með að láta segja mig fyrir. Já, læra eitthvað sem hefur kannski ekki á. Já, nákvæmlega, þannig að ég sá ekkert fyrir mér að ég myndi fara bara einhvern veginn í hugmyndinu mig að mæta einhvert, stimpla mig inn, sitja fyrir saman tölvu eða eitthvað og þú veist, fara í kaffi klukkan 10:30 og svo aftur klukkan, þú veist, ég er ekki að segja að það sé eitthvað verra, þú veist, það er margir halda en mitt að frumkvöldastarfi snúist bara eitthvað, ok, þú ætla bara að reyna að gera allt til þess að retire early, það er svona mantran í dag, einhvern veginn. Fólk er bara, þetta sé bara easy money, einhvern veginn. Það er ekkert til, að ég held allavega sem heitir það. Nei. Þú þarft að vera tilbúin að standa 17 tíma vakt. Þú þarft að vera tilbúin eins og þú kannski það ekki bara, þú veist, þrífa 6 bíla fram á
til 5 nótt ef það er það sem þú þarft að gera út og orku viðskiptavinnu klukkan 9. Einmitt, einmitt. Sofa á skrifstofunni, þú veist, þetta er raunveruleikinn. Já. Það enginn í þetta bara eitthvað hitta jackpot og það er einu vídeo sem er væral og verður bara ríkur. Nei, fólki sé kannski bara glansmyndina þess á samfélagsmiðlum. Það er nefnilega máli, sko. Það er nefnilega máli. Og hvort það hafi ekki verið Kanye West eða sem sagði einmitt hérna, sko, fólk sér alltaf bara niðurstöðuna og niðurstaðan er kannski gaurinn á sviðinu, þú veist, sem er með 100.000 manns að syngja lagið sitt, en það sér ekki að þessi gaur var að búa til kannski 25 beat á dag Já. í 6 ár Einmitt. þangað til hann komst þangað. Já. Þú veist, fólk sér niðurstöðuna einhvern Já. veginn. En þannig að já, ég veit ekki, það kom bara ekkert annað til greina hjá mér. Ég var ekki að plana að fara í eitthvað frekara nám. Nei. Einmitt. Og þetta var bara, ég fann mitt var barþjónustan. Já. Kannski aðrir sem finna sitt og það er golf eða að gera tattoo eða að gera við bíla. Einmitt. Eða hvað sem að þeirra þeng er og svo bara finna hvað þú getur gert betur en aðrir innan þess ramma. Já. Ef þú hefur ekki passjóni fyrir því sem þú ert að gera þá náttúrulega ertu ekki að fara að endast 17 tíma á dag. Nei, einmitt. Það. Hvað er svona næstu verkefni hjá ykkur eins og með bara koktelskólan og Reykjavík Cocktails og þú nefndir einmitt áðan í byrjun að þið eru með nýja heildsölu eða nýja svona verslun? Já, sko, koktelskólinn.is það er ekki beint kannski nýtt, það er búið að vera síðan bara koktelskólinn byrjaði. Já, en svona ætlið þið í einhverju stækkun áframhaldandi eða? Nei, þú veist, já, að sjálfsögðu ætlum við að gera það. Það er náttúrulega ekkert annað, það er bara ein leið og það er upp, sko. Þannig að sko, núna er framundan hjá okkur, náttúrulega í koktelskólanum er að halda áfram að vera með alltaf þessi aukanámskeið. Já. Þú veist, það er ekki endalaust sagt að markasetja sig bara eitthvað, hei, komdu til mín í koktelskólan, ég er Ívan, komdu til mín í koktelskólan. Þú veist, það er kannski verið svolítið þreytt eftir 10 mánuði. Já. Þannig að þú veist, þá er aukanámskeiðin bara leið fyrir okkur líka bara til að halda í creativity, svo við séum ekki alltaf að gera whisky sour sem við getum búið til eitthvað nýtt og hugmyndafundi með staffinu og halda öllum involved í dæminu. Þannig að þú veist, í koktelskólanum er það bara að halda því áfram. Já. Og mögulega kannski eitthvað tíman á næstunni að opna nýtt venue, þegar við erum bara að springa, þú veist, við erum, eins og ég sagði, bara uppbókuð kannski 5-6 vikur fram í tíman. Núna held ég að þú getur bara ekki bókað koktelskólanum fram í maí, ekki hópa neitt. Þannig það er náttúrulega vandamál. Það er gott, en það er samt líka, þú veist, það er alveg næs að vera kannski með eitthvað lítið venue þar annars staðar. Einmitt. Sem er þetta að delivera fleiri hópum. Og svo náttúrulega Reykjavík Cocktails, það er líka bara það sama, bara networka, bara halda áfram bara, mæta á fundi, mæta niður í veislusalina, mæta á fundi hjá stóru veisluþjónustunum, hvernig getum við unnið saman, hvernig ætlum við að leysa þetta vandamál, við vilja fá okkur, við viljum taka markasluti frá ykkur. Já. Hvað eigum við að gera til þess að allir verið sáttir. Einmitt. Með. Ertu með eitthvað svona draumagigg í huga, svona stórt, einhver svona tölu sem heldur að vera sáttur með? Nei, svona sem er sko, næsta fyrir ofan 1500? Nei, í rauninni ekki, sko. Ég hef bara einhvern veginn komist að því að, þú veist, að fyrirlin, þú veist, í þessu, og kannski ég veit ekki hvort að, þú veist, það einhvern veginn skiptir aldrei neitt máli út af því að, sko, eins og þetta, þú veist, aldrei fara að ná sama hæginu og var í byrjun. Nei, einmitt. Og það er það sem er svolítið erfitt að átta sig á, ég sé grein fyrir, það er búin að vera í rekstri og núna eins og, þú veist, það gæti talist ágætlega successful að vera bara einfallega að ná að borga laun og leigu. Já. Þú veist, það var alltaf markmiðið fyrst, bara ég er bara sáttur, laun og leiga, málið. Ef við náum að borga leigun á Spritz, launin mín, launin hennar Ástildar, þá erum við bara góð. Þá erum við bara búin að vinna leikinn. Já. En svo náttúrulega heldur áfram að stækka og nú erum við komið með starfsmenn og við skuldum þeim eitthvað ákveðið starfsöryggi og svona. Þannig ok, við náum að borga laun og leigu af 4 starfsmennum, reksturinn á bílum og allt þetta, að þá erum við sátt. En þú veist, þannig að ég held í rauninni að það sé ekkert endilega alltaf þannig að stærra sig betra. Það allavega veitir ekki endilega meiri hamingju. Nei. Ég held að hamingjan, það er einhvern veginn aldrei að fara að vera svona alveg eins og, þú veist, fyrsti kokteilskólinn sem við heldum. Þess að vorum 2 og eftir námskeiða bara, ok, shit, við erum með eitthvað. Einmitt. Bara let's go, skilur. Nú er það bara heimasíða og logo og bara tökum myndir og keyrum þetta í gang einhvern veginn. Já, það er enda mjög góða punktur, sko. Já. En þú talar um þetta nýja fyrirtæki sem þið eru með. Já, Mr. Co. Já. Hvað er það? Sko, það er í allt öðrum geira og það er ekki heldur það nýtt. Það var líka stofnað í COVID. Það var líka stofnað í COVID. Ásthildur, hún og partnerinn minn er hún er förunarfræðingur. Já. Og var rosa mikið að keyra á erlendar brúðir.
Þannig að sem sagt fólk sem kemur til Íslands sem að vill gifta sig á Íslandi og það eru fáir förunarfræðingar sem eru bara að fókusa á þennan markað. Þannig að þú ert að keyra út um allt land bara eitthvað að fara það eina mannesku ógeðslega vel eitthvað sem á efni á að koma til Íslands og gifta sig á Íslandi. Já. Og svo náttúrulega í COVID, þú veist, fjall allt niður, þeim megin líka og hún hefur verið að nota svona blöndu, formúlu sem hún bjó til sjálf, sem hún notar til að þrífa förunarbursta. Já, við sem notum ekki förunarbursta kannski þekkjum þetta ekkert sérstaklega vel, en förunarburstar verða mjög skítugir. Þú veist, þú notar það ofan í all megin þín og allt dótið þitt og svo setur það andlitið á þér. Okay. Þannig að í dag, þangað til að við fundum upp, eða hún fann upp Mr. Co, að þá er rauninni, ef fólk verið að þrífa þetta bara með vatn og sápu. Þannig vatn og sápu, þrífa hvern einasta bursta og svo er þetta þurrkan, kannski 10 tíma. Þarf burstin að hanga á hvolfi þangað til að hann er orðinn þurr og þú getur ekki sett hann blautan aftur í andlitið. En með okkar vöru að þá spreyjar við bara á hár burstans og nuttar honum við klút sem við gefum líka út, eða gerum líka, og þá er burstin sótthreinsaður bara nokkur sekúndum. Þannig þetta er eitthvað sem að hún í rauninni fann upp á, þú veist. Þannig að þú veist, og það fór bara beinsleiðin í Hagkaup og Fríhöfnina og allt það og erum við að stefna sem sagt eitthvað svolítið mikið hærra á einhvern styrk frá háskólanum sem að vann fyrir okkur markaðsrannsókn og erum að sækja núna um styrk til að fara út. Fara erlendis? Já. Er þið þá að selja þetta á netinu eða í búðum erlendis? Við erum ekki ennþá komin út, sko. Nei. Málið er að þetta er eldfimuvökvi. Já. Það er erfitt, við getum ekki selt bara eina vöru út, við þurfum að setja upp vöruhús úti. Já. Þannig að við þurfum að hafa samband við eitthvað úti svona svipaður eins og Gorilla Warehouse. Já. Sem að getur síðan tekið við pallettum og dreift fyrir okkur úti. Þannig að það er svolítið svona vinsla núna, en það kostar allt pening. Já. Þannig að við erum svolítið að vinna í því að sækja um styrki. Þegar þú ert komið þangað þá ertu farin að ekki framleiða pallettur heldur kannski gáma. Já. En þetta er framleitt á Íslandi þá? Já, þetta er framleitt á Íslandi. Já, ok. Já, í verksmiðju í Kópavogi sem heitir Fostistilleri. Já. Þannig að og það er það sama þar, við leggjum ógeðslega mikla áherslu á markaðssetningu, sérstaklega á samfélagsmiðlum og salan er bara mjög fín, þú veist. Já. Við erum bara í góðum málum þar. Já, einmitt. Það er svona spennandi tækifæri þarna að fara á alþjóðamarkað. Það er alveg klikkað, sko. Ég er mjög spenntur fyrir því. Þú veist, það er eitthvað svona sem ég hef aldrei gert áður og þú veist, að búa til einhverja birgðakeðjur, þú veist, þetta verður að skila sér náttúrulega, segjum bara ef einhver verslun úti í Svíþjóð ætlar að kaupa vöruna, að þá þurfum við náttúrulega að geta að delivera vörunni á ákveðnum tíma, eiga hana til á lager og allt þetta, sko. Þannig að þetta er svona svolítið spennandi projekt, sko. Einmitt, og alls konar flækjustig í þessu. Alls konar flækjustig. Já. Sækja styrki, það er það sem ég er búin að vera að gera núna. Já, væntanlega svolítið mikið vinna, mikið pappir. Já, svolítið. Þannig að það er svona það. Þannig að það er fínt að við séum bara vel dekkuð Reykjavík Cocktails megin með bara frábæran rekstjóra og frábært staff og þannig er ágætt að þau sendu mig heim bara á árshátíðum daginn. Þannig ekkert fara að vinna í þessum styrkjum, sko. Einmitt, nóg annað að gera. En það snýst náttúrulega bara að sjá, eins og talaður þú veist, tækifærin, að sjá þau þar sem að þau eru, þú veist, eins og bara með Sigga og Skýrið, skilur. Já, einmitt. Stökka á stað líka. Stökka á stað, nákvæmlega, þú veist, það er ekkert, þú veist, fólk gerir sér kannski ekki grein fyrir því, þú veist, hvað þarf mikla vinnu til að koma einnig svona vöru á markað, þú veist, eins og hreinsivöru, þú veist, að hafa samvætt í Umhverfisstofnuninni, það er náttúrulega, þú veist, þar byrjar maður bara að finna strikamerki. Já, einmitt. Þú veist, allt þetta dæmi, þú veist, það er bara sérstakt fyrirtæki sem sér að útbytta strikamerkjum. Já. Þannig að, en maður bara klóra sig áfram. Einmitt. Það er bara sem við höfum alltaf gert, bara, þú veist, næsta skref, bara ok. Það er bara eitt skref í einu. Nákvæmlega, bara strikamerki á Google. Hvernig er þetta við því? Hvað myndir þú segja svona hjá þér í því sem að þú hefur verið að gera á verkefni sem hefur verið að vinna, hefur kannski svona lært hvað mest, svona horfir aðeins tilbaka, svona stæðsti lærdómur? Sko, ég myndi segja alltaf svona aukaverkefni sem var að skrifa bók sem heitir Heimabarinn. Það var rosalega mikið lærdómur. Það var bara, þú veist, náttúrulega bara brútal heimildavinna. Það var að finna heimildir alla þessar hluti sem skrifaðir í bókinni. Það var rosalega mikið lærdómur og inn í þeim lærdómi var náttúrulega bara svona ákveðin samningatækni sem að skiptir ógeðslega miklu máli. Fólk kannski gerir sér ekki grein fyrir því hvað það er ógeðslega mikill munur á góðum díl og slæmum díl, sko. Já. Þú veist, eins og gott, eða þú veist, þannig að þú veist, í þessu bókadæmi þá náði ég bara mjög góðum díl við útgáfufyrirtæki sem að gera þetta á þessu virði, annars þetta bara aldrei verið þessu virði, þú veist, að gera þetta.
Þannig að já, ég myndi segja svona samningatækni eða þú veist, í rauninni bara það að lesskilningur í rauninni líka þar. Þú veist, að lesa samning, kannski 18 blaðsíðna samning og bara sjá hvað er rangt við hann, þú veist. Hvernig kynntirðu þetta? Var eitthvað svona resources sem varst að lesa eða? Nei, í rauninni ekki. Ég bara, þú veist, ég hef alltaf rosa mikið notað það bara að reyna að vera bara heiðarlegur og bara brosa í gegnum allt saman, sko. Hvar sérðu svona sjálfa þig fyrir þér eftir 10 ár? Þú veist, ég bara veit það ekki. Þú veist, það er voðalega erfitt að segja, en örugglega bara einhvers staðar að hafa gaman, sko. Já. Bara að halda áfram, smíða, byggja eitthvað nýtt og skemmtilegt. Heldurðu að vera ennþá með Reykjavík Cocktails? Já, ég held það. Ég samt er ekki, þú veist, já, örugglega, einhvern hátt, sko. Já. Þú veist, við höfum tvisvar sinnum fengið eitthvað sem að vill kaupa eitthvað og breyta á eitthvað svona og hafnaði í bæði skiptin og þannig að þú veist, já, ég held að þetta verði alltaf í mér, sko, fyrsta og kokteilskólinn alltaf líka, þú veist, það er bara einhver orka sem myndast þarna inni sem er ekki hægt að útskýra, sko. Einmitt. Þetta er svona eins og kannski bara mjög, mjög vel hefnað uppistand eða eitthvað. Þú veist, það myndast svona þannig að þú veist, út af því að aðrir eru að hlæja þá ferð þú að hlæja líka. Já. Þannig að þú veist, þarna í kokteilskólanum, þar er alltaf, þú veist, í staffagrúppinu eru alltaf bara svona, Bjartur, hvað fékkstu mörg knús í gær, skilur, og hann bara, ég fekk 6 knús og maður bara, geggjaður maður. Þú veist, það snýst meir knúsin en söluna, skilur. Já, einmitt. Skapa gott andrúmsloft. Já, nákvæmlega, og sérstaklega til viðskiptavina líka, sko. Já. Þannig að, já, ég held að, þú veist, við verum ennþá með þetta með einhverju móti ef að fólk verður ennþá að kaupa þetta, sko. Já. Og við höldum áfram í þessari endurnýjun alltaf, sko, búið til eitthvað nýtt. Og það er stefnan eins og hún er núna? Já, ég held það. Og svo náttúrulega auðvitað Mistoko og fara með það eitthvað út og svo er ég líka að skoða reyndar annað projekt sem að koma seinna að segja. Já, nóg hugmyndum. Alltaf margar hugmyndir. Alltaf lítill tími. En fyrir þá sem er kannski að hlusta á þetta og hafa á að kynna sig bara þessar Reykjavík Cocktails eða kokteilskólan, hvert farið að gera það? Er það þá bara Instagram og Facebook? Já, í rauninni, þú veist, kokteilskólinn þetta er líka bara heimasíðurnar, þar kaupir miða, þú veist, inn á kokteilskólinn.is og svo inn á reykjavikcocktails.is. Þar getur þú séð, þú veist, fengið tilboð í veisluna þína, getur skoðað mismunandi þjónustupakka og svona náttúrulega bara hringja, þú veist, 766-3388. Það er bara langþægilegast, þá svarar annarkvort ég eða Patti eða Bjartur eða einhver úr teiminu, svaraði bara og leipi niður í gegnum. Já. Þannig að þetta er ekki eins og að kaupa sér pulsu, sko. Þetta er aðeins flóknara það, Reykjavík Cocktails. En kokteilskóli, það bara, þú veist, easy, maður fer bara neti, kaupið miða. Já, bara bókar þig og mætir, sko. Já, einfalt og þægilegt. Mjög einfalt og þægilegt. Eða þú vilt gefa ykkur en gjafabréf, þá getur þú líka gert það í gegnum heimasíðuna. Gjafabréfin okkar, þú veist, komið í svona pappírsformi, þú veist, í umslagi með vaxinsigli. Þannig að og bara fylgjast með afslutuðunum, skrá sig á póstlistan. Það er eiginlega besta leiðin til þess að vera með í fjörunni, sko. Er það eitthvað sem þú vilt bæta við þetta? Nei, ég held í rauninni sem bara búin að dekka nokkuð margt, bara ógeðslega ánægður með þig og podcastið þitt, ég hlusta mikið á þig. Já, gaman að heyra það. Ógeðslega gaman að safna þessum gögnum saman, þetta verður eftir að vera valuable eftir 4 ár. Já, gaman að heyra það, bara takk fyrir að gefa þig tíma og mæta. Já, mínar ánægður. Búið að vera skemmtileg spjall, Jón. Ekki? Jú. Takk hérlega fyrir. Takk sem leiðis. Takk fyrir að hlusta á þennan þátt af Íslenska draumnum. Sjáðu til þess að þú missir ekki af næstu þáttum og farið inn á íslenskidraumurinn.is og skráðu á póstlistan hjá okkur. Við sendum þau tilkynningu leið og næsti þáttur fer í loftið.